ég var í New York og fór inn í skrifstofu UNICEF og sá þar svona kynningu og kort af heiminum, hvar væru skrifstofur, og það var engin skrifstofa á Íslandi. Og þar svona kveiknaði þessi hugmynd. En við fórum strax á stað með heimsfundra og ákváðum að fara beint út í það, af því að það er í rauninni svo mikilvægt fyrir UNICEF að fá þannig fjáröflun og það gefur fólki í rauninni líka tækifæri til að styðja allt starf UNICEF með mjög svona heildstæðum hætti. Við fengum ótrúlega breiða stuðning frá stórfyrirtækjum, frá kvenfélögum, frá einstaklingum, alveg bara ótrúlega mikið af fólki sem hefur hjálpað í gegnum tíðina. Að bjóða fólki, að gefa fólki tækifæri til að styðja við réttindi barna út um allan heim, það bara átti mjög mikinn hljómgrunn og fólk vildi það. Fyrsta sumarið sem vorum að reyna að kynna þetta, sem var sumarið 2004, þá synti Viktoría Áskelsdóttir yfir Breiðafjörð, sem að ég held að sé bara eitthvað mesta afrek í sjósundi sem að ég veit af í bara samanlegri sögu Íslands. Þetta eru 62 kílómetrar að synda yfir Breiðafjörð. Rauð nef og búin að skemma. Síðan þá hefur Ísland stutt UNICEF alþjóðlega mjög mikið. Það eru ótrúlega hæsta hlutfall heimsforeldra í heiminum á Íslandi og framlögin frá almenningi eru hlutfallslega hærri heldur en nokkurs staðar annars staðar. Framkvæmdastjóri UNICEF hingað komin, vertu velkomin. Takk hérlega fyrir. Það að fólk sé tilbúið að taka upp veskið og senda peninga til þess að styðja, það þýðir að það skiptir máli fyrir fólk. Ég heimsforeldri UNICEF. Það er eitthvað sem þú ert tilbúin að leggja þína eigin peninga í til þess að hjálpa og það er þetta mikil ábyrgð fyrir okkur að nota það fjármagn vel. Við höfum alltaf fengið mjög mikil stuðning frá eiginlega öllum sem við höfum beðið um hjálp. Við höfum fengið mjög mikil stuðning frá listafólki. Við vorum með dagröða nefsins mjög lengi og það var gert lag dagsröða nefsins. Sigurrós studdi okkur og fór í ferð til Svasilands. Björk Guðmundsdóttir styrkti UNICEF með útgáfu. Og svo komu Harry Belafonte og Roger Moore. Kannski sérstaklega Harry Belafonte, hann er svona trúlega frægur söngvari en hann er líka bara stytta á svona stoð í réttindabaráttu í Bandaríkjunum. Harry Belafonte, gjörðu svo vel. Og fá hann til Íslands og fá tækifæri til að sitja með honum einhverjar kvöldstundir. Það var náttúrulega bara algjör forréttindi. Og sérstaklega kannski síðustu 10 árin þá hefur UNICEF orðið að mjög öflugri einingu sem að ver réttindi barna á Íslandi og út um allan heim. Þetta er ótrúlega falleg saga og kannski sýnir svona samtakamátt þegar fólk kemur saman einhver málefni og sýnir kannski auðvitað vel að réttindi barna eru fólki á Íslandi mjög hugleikin og skipta máli. Og ég er líka mjög þakkláttur fyrir allt það fólk sem hefur stutt okkur í gegnum tíðina. Það er ómetanlegt. Rosalega margt sem hefur breyst og mikill árangur sem hefur náðst á þessum tíma líka í bara stöðu barna almennt í heiminum. Þannig að ég hugsa þetta sögu UNICEF á Íslandi en líka hvernig staða barna í heiminum hefur stórbatnað og er í miklu betri stað en hún var þegar við vorum að byrja. Það er auðvitað nóg eftir, en það eru svona stór atriði að hugsa bara næringu og menntun. Það er allt annað. En það er nóg eftir og við þurfum að gera meira. En það er líka þess virði að stoppa stundum og hugsa, já, þetta hefur skilað árangur. Framlög heimsforeldra, þau eru lykillinn að öllum þessum verkefnum. Þau eru lykillinn að öllum þessum stuðning. Það er í rauninni það fjármagn sem að UNICEF notar til þess að framkvæma og halda þessum verkefnum gangandi. Og sá peningur er notaður þar sem þörfin er mest. Hvet alla til þess að verða heimsforeldrar. Ég hvet alla til þess að leggja sitt af mörkum, ef þau geta, til þess að styðja starf UNICEF. Það skilar mjög miklum árangri og það hefur mikla þýðingu fyrir börn út um allan heim.